Takk innlega, gaman að vera komin. Ekki gott að hægja aðeins, allan fyrir mig, gott að hægja aðeins tempóð stundum. Það alltaf gott að hægja á, það allt í núinu, ef þú hægir ekki á þá missur það því. Það hárrétt. Það hárrétt, við erum alltaf að vinna í hennu eilífa nú, það ekki? Jú, eða vitund, það svona eins og ég var að spyrja skjólstæðingi í morgun hvað er það að vera og svarið í sjálfu sér mjög einfalt, það þýðir að vilja sig. Ef þú vilt þig ekki, þá ert ekki. Og þegar maður vill sig, þá maður í vitund. Þannig að núið það sem við kallum vitund. Hvað myndirðu segja, að því nú eru örugglega margir, svona, ég ætla ekki að segja kannski að glíma við það, en hraðin hjá mörgum mikill og þá einmitt þegar þú ert allt í einu í þeirri stöðu að sitja með sjálfu þér. Já. Því þú stundum talað að þola illa við í eigin návist, sem þá kannski svolítið að vilja sig ekki. Það getur verið að vilja sig ekki, en það líka yfirleitt hugsýkin þráhyggjan sem að ræður ríkjum og þú hefur ekki einu sinni komist inn í samtal við það hvort þú vilt eða vilt ekki, þú ert bara gísl hugsana. Og það engin á ómiklum hraða, við erum alltaf á þeim hraða sem við höfum búið til sjálf. Og þegar við erum tilbúin til að átta okkur á því að við byrjum ábyrgð á því hvað við erum að upplifa, hvort okkur líður vel eða illa, þá komin eitthvað rými til breytinga. Þá fyrst getur maður hort á birtingu sína og velti fyrir sér hvort maður vill gera eitthvað við hana. Horfur þá á þannig að sá sem að í hugsýkið eða svona þræll hugsana sinna að þá þarftu fyrst að komast einu leveli dýpr en það til þess að geta farið að finna hvort þú vilti eða vilti ekki. Það ekki endilega dýptin en það þessi sársauki sem að virðist þurfa til að vekja okkur til vitundar að við séum ekki hugsanir okkar, að við fáum löpum og veggi, við búum til sársauka, við búum til mótstöðu, við framköllum viðnám sem verður svo sársökafullt að við eigum engar að kosta völin og horfi í eigin barm. Á því augnabliki að þá getur ýmislegt gerst. En ef við notum ekki það augnablik til að velja þá viðbragð í staðinn fyrir að bregðast við, að þá erum við komin í ringiðjuna aftur. En þetta einmitt með að það sem ég ætlaði að spyrja einhver sem kannski upplifir að það sé búin að vera miklu hraða, svo hægir hann allt í henni á og þá snjóboltinn ennþá að rúlli ákveðin tíma og þá ertu kannski að eiga við það sem væri hægt að kalla ákveðin frákvörf eða eitthvað svo leys. Hver myndir þú segja að veri lykillinn að því að samþykja sig þar? Að vilja sig í því að maður veit, maður hefur kannski prófað áður að hugleiða, reglulegar, gera ákveðna hluti til þess að það sé meiri rói manni og maður veit hvernig það þannig að maður með samanburðin og maður upplifir, það ákveðin tregða hérna en ég veit að leiðin í gegnum það að byrja að samþykja hana. Já, þú notur orðið samþykja og svo vilja líka. Það svolítið munur á því að samþykja eitthvað og vilja það. Það stigsmunur og það allt annað að vilja umbúðalaust heldur en að samþykja eitthvað. Leið og maður fer í þessi svoköldu frákvörð sem múst að tala þá það bara birting og hún þarf að eiga sér stað af því að það verið að aðlagast annarri tíðinni. Ef þú getur verið viljandi og ekki veitt viðnám að þá ertu. En ef þú veitir því viðnám þá vilt ekki vera þar sem þú ert og þar leðandi ertu farin. Það ertu farin. Hvað gerir þú þegar þú ert farin? Ef ég farin þá, ég segi svona sem ég gleymi mér en ég yfirgef mig ekki. Þannig að það svo, ef ég farin þá það svo áþreifanlegt og þá þarf ég að velta því fyrir mig hvort ég vill vera fjarlægur eða annars staðar eða hvort ég vill koma tilbaka og svarið ég vill alltaf koma tilbaka. Það miklu þægilega að vera með mér heldur en áður mín. En það eitthvað val? Ég upplifi stundum með mér þegar að maður, ég veit ekki hvort að maður, að því þetta alltaf svona þegar maður farin að tala kannski það sem væri hægt að flokka sem eitthvað konar andlega eða spiritual hluti, að þá vill maður ekki hljóma eins og maður sé í egóinu sínu en samt ef maður upplifir að maður sé komin á herra tíðnistig og maður veit hvernig það
þá eitthvað partur af manni sem getur ekki farið tilbaka. Jafnvel þó að maður myndi kannski stundum bara, ég vildi bara ég gæti glimt mér. Ég vildi bara ég gæti hoppa mörg level tilbaka stundum. En það ekki hægt. Það ekki einu svona í boði lengur. Nei, en sko við þurfum ekki einu svona að tala hærra tíðnisvið en þetta að ef við segjum þola við í einn ávist til að byrja með og svo hvað gerist þegar þú fyrir að njóta þess? Hvað gerist þegar þér líður bara vel með þér? Þannig að það bara, ég veit að ég gerði mína tilvist eins og hún Akkur ætti ég hafna því? Þannig að fyrir mig að þá, jú, það kemur upp þreyta, það kemur upp, hvað ég segja, einhvers konar fjarveru, eitthvað viðnám og þá ég komin í ótta. En ég hef engan áhuga á því að vera í ótta, þannig að ég finn fyrir óttanum að þá vel ég viðbragð og viðbragðið að óttast ekki óttan. Heldur bara leifunum að vera. Þá ég mættur aftur. Hversu stór hlutaði því mér langaði svolítið að ræða við tölum aðeins fyrir viðtalið að þú núna að prófa karnivor. Já. Hversu stór hluti af þessu öllu saman að halda líkamannum hreinum að því maður hugsar sko oft á tíðum þá kannski myndi fólk vilja vera í því ástandi að bara njóta þess að vera í eigin návist. En ef þú búin að vera að borða mikið sykur, kannski of mikið koffín og alls konar hluti sem að ítundi streitu í líkamskerfinu, svo ertu búin að gera þetta í mörg ár og svo kannski einhver áföll og þetta í vefjónum, að þá ekki hlaupið að því að allt í einu bara siti í einhverju sen ástandi og hvíla rosalega vel í eigin návist. Nei, það verður engin óbærin biskup og maður þarf að þjálfa sig. En þú sagðir, oft myndi fólk vilja, en það ekki alveg rétt. Fólk myndi kannski langa, ætla og þrá, en vona, en það vill það ekki fyrir það veldur því. Ok. Þannig ef þú ert ekki, þá það að þú vilt ekki vera. Og það ekki ásökun í þessu, það bara, við verðum að skilja tungumálið, við verðum að skilja ásöku afleiðingu og verðum að átta okkur á því að við berum ábyrgð á því hvernig við höfum hagað okkur gagnvart okkur sjálfum á þess að dæma það að þá ef að líkaminn í óreiðu, skulum nota orðið óreiða, þegar við verðum að tala um það sem við kallum fengsvið eða rýmisfræði, eða óreiða í huganum, eða óreiða í líkamannum, eða óreiða í þínu hjarta, að þá ófriður. Og þetta svolítið magnað eins og við förum að skoða orðin heilindi, óheilindi, reiða, óreiða. Þetta kemur alltaf, lítur alltaf að sama brunni. Það vera og svo fjarvera. Og ef þú ert ekki, þá það einfaldlega því að þú hefur ekki viljað vera hingað til. Ég skil þig. Það sem að upplifir stundum þegar þú ert að taka fólki tíma og þurfa að tala, að það stuði fólk, þú talar frá, ef maður nota orðið ábyrgð, sjálfsábyrgð, við höfum stundum talað responsibility, þegar það verið að tala algjöra ábyrgð, að þú berir algjöra og fulla ábyrgð á því hvar tilverðin stödd og hvernig birtingaform hennar að það stuði fólk. Þetta góð spurning og það öðruvísi að tala inn í hóp heldur en að tala við einstakling. Þegar menn hafa leitað til mín þá held ég að þeir geri sér einhverja grein fyrir því hver ég út og hver ég geng. Og meiri sér við þær aðstæður þarf ég að tala inn í þá hlustun sem opinberuð. Alveg eins og með hóplustun, alveg eins og núna ég að tala inn í hóplustun og þá tala ég bara á eins einfaldan mát og ég get sem að má hlæja svolítið af. En með fullri virðingu, en ég get ekki gefið afslátt á þessum sannindum. Að þú vilt þig eða vilt þig ekki. Viljandi eða óviljandi, það annar, öndurum að við getum eins og þegar við erum ekki vaknir til vitundar, að þá erum við að beita okkur harðræði, ofbeldi, andlegu ofbeldi, við erum í töði og neikvæðni og grimmd gagnvart okkar eigin tilvist. Þangað til þú ert vaknað til vitundar, þá ertu ekki í vitund gagnvarti. Þannig að þú ert óviljandi ofbeldismæður í eigin tilvist. Sem þýðir það að þú ert ekki að taka neina ábyrgð og ert í sjálf sem bara slys eða píslavottur eða fórnalamb. Og það eru miklar remmingar. En það samt sem áður að eigin völdum, sama hvar þú lærðir það, hvar þú ánetjaðist í og af hverju þú ert að því, það skiptir engu máli. En ef þú ert að beita þig ofbeldi, að þá ertu að beita þig ofbeldi. Algjörlega.
Hvernig upplifurðu að því það sem þú, allavega þegar ég tala við þig, þá stend ég með því að svona rýmið sem þú heldur að ég verð meira vakandi fyrir því hvernig ég nota orðin mín og þar að leiðandi ég að upplifa það gott að taka ábyrgð á því hvernig ég nota orðin mín. Já. Og það náttúrulega stór hluti að því að hafa reiðu í tilveruna því maður er oft með þessa litlu hluti sem maður heldur að skipta ekki máli en þeir eru samt að opinbera þig. Skiptir allt máli. Þeir eru að opinbera þig og þetta eins og við höfum áður rætt með að vera að mæta aðeins og seint og þú ert með einhverja rosalega góða skýringu akkurat í dag í staðan fyrir að skoða hann ef ég fer hérna 5 ára fyrir tíman þá ég bara manneskja sem mæti mjög gjarnan seint. Það er raunveruleikinn. Skipulaði slóði. Akkurat, og ef ég fer að horfast í augu við að það sé raunveruleikinn, þá get ég sagt, það mun alveg koma rosa góð ástæða fyrir því aftur akkur ég verið seinna á morgun, en ætla ég að fara að taka ábyrgð á þessu og bara raunveruleikinn sé ég er ekki seinn. Já, sko, eitt af því sem við þurfum að skoða í þessu, það við ánetjumstund hegðun og tilfinningar. Þannig að við erum fíklar, fjarveru fíklar til dæmis og hegðani fíklar eins og það fullt af fólki sem háð vonbrigðum. Það fólk sem háð því sem við köllum drama eða chaos eða óreiðu, hvað við notum bara íslenskt orð. Og þá birtingin spegilmynd óreiðunar. Þannig að við erum þá í sjálfu sér alltaf að opinbera viðhorf okkar til okkar sem þá óreiða inn á við. Og eina leiðin til að þola við í hreinleika og jafnvægi og heilindum að gera hreint hjá sér. Sem við verðum að byrja á því að skoða hvað það, af hverju erum við að segja ósatt, af hverju erum við að fresta, af hverju erum við að halda við viljum eitthvað og erum ekki framkvæma í þáið þess. Hvernig upplifur að því ég talaði við eða núna áðan þetta að vera að tala einn á einn eða að tala inn í hóp sko, og eins og þú sagðir, þeir sem eru kannski að koma í tímatildin, þeir vita svolítið að hverju þeir eru að ganga. Já. En svo kemur að, þú veist að taka kannski núna eins og núna, þú ert í viðtali og þá erum við kannski að tala aðeins út í samfélagi. Við vitum ekki nákvæmlega hvaða hópur af fólk að hlusta og þá hugsa maður, fólk móttækilegt? Ég hugsa oft fyrstu reglunni í bókinni hjá Jordan Peterson, sem taktu til í herberginu þín áður en þú ferð að breyta heiminum. Já. Þeir sem skilja þetta, þeir skilja þetta. Já. En þeir sem skilja þetta ekki, þeir skilja þetta ekki. Og þá það spurning, sko, stundum eins og sérst að tala inn í ólík tungumál eða þú veist, það reyna að segja einhverjum þetta sem ekki móttækilegu fyrir þessu. Já en öll stríðin, já en þá eru þau bara ekki að tala saman tungumálið. Ég skil þig, en þá komum við og ég stend fram fyrir þessu ofta með leið og hálsi að tala flókið mál, en ég að tala við hjörtu en ekki hausa og hjörtun skilja þetta mjög vel. Er það þannig? Já. Getum við gefið okkur það? Ég gef mér það. Okay. Sem dæmi að við vorum að tala við unga menn í félagi daginn. Já. Og þar var einn einstaklingur sem lýsti því yfir að honum finnst þetta talsveit flókið og ég baði hann mann stuð að hlusta með hjartanu. Síðan kom hann aftur inn einhverjum mínútum seinna og sagðist vera að ná utanum þetta á allt öðrum forsendum eftir að fór úr viðnámi hugans í áheyrn hjartans. Og þeir sem vilja skilja þetta og eru tilbúin til að leggja sig fram að skilja þetta. Hinir sem vilja ekki skilja þetta, þeir eru bara fínir þar sem þeir eru. Algjörlega, og ég alveg sammála þess að ég hef upplifað hér stundum þegar situr ykkur á móti mér í þessu sæti að það verður eitthvað tíðinni til í samtalenu og ég byrja að gefa mér, það ákveðin að minnstakosti ákveðin hópur af þeim sem hlustar sem bara móttaka tíðnina. Já. Það skiptir einhver máli hvað orður eiga sér stað, það eitthvað tíðina víbrast þarna út. Já. Og ástæðan fyrir að ég trúi þessu og finnst ég geta fullist þetta að ég hef upplifað það að hlusta á samtöl í öðrum podcastum, ég man ekkert hvaða orða verið að nota. Nei. En það bara aha, já, rétt, aha. Það sem ég held að við eigum líka að nefna í þessu samhengi að við auðvitað eigum við að treysta. Við erum í samtali, við erum fullri einlægni og það vakir ekkert fyrir okkur annað en það allra besta. Akkur ættum við ekki að treysta því að þeir sem að vilja heyra þetta, þeir heyri það. Algjörlega. En hvað með síðan ef einhver væri bara meðvirkur? Nú ég ekki að segja að strákurinn í hópnum sem við vorum að tala við daginn, þeir, ég held að sé hárétt að þeir sem áttu erfitt með að skilja það hafi byrjað að hlusta á hérna, en hvað ef einhver ég bara ennþá ekki að skilja þetta en ég þori ekki að segja það, sko.
Þannig ég segi bara, ég byrjaði að hlusta með hjartanu. Þá er það bara mjög gott, þá er viðkomandi í ótta og þorir ekki að tjá sig og þar er hann bara stattur eða hún og það er allt í lagi, það er ekkit verið eða betur en annað, en það getur enginn breytt neinu hjá þér nema þú. Og það var eins og ég var að tala við lítinn hóp í gær og þar sagði kona í hópnum, ég var reyndar á staðnum og kona sagði, nú er ég búin að vita að þér heyra til þín, sjá til þín og lesa, en ég hef aldrei heyrt þetta fyrir núna. Einmitt. Hvað með, að því ég hef stundum staðum, nú er ég að vinna við að eiga samtöl. Já. Og ég finn stundum þegar ég fer að tala stóru myndina og ég fer að tala stjórnmálaflokkana eða stjórnmálin eða það sem er að gerast í heiminum. Þá er ég farin að upplifa oft, þetta er bara afþreying, þetta er fín afþreying, en í raun og veru, ef ég færi bara í æðruleysisbænina, þá er á ákveðin hátt, ég er að tala hlutir sem ég er ekki að fara að breyta. Og maður fyrir einhvern veginn meira og meira að lifa að stefna því að lifa tilverunni sinni þannig að ég tek ábyrgð á mér. Ef ég upplifi rosalega óreiðu í heiminum, þá er það gott að finnst mér ef maður er komin á þann stað og hugsa, já, býtu, er óreiða núna hérna í eldhúsinu mínu. Já. Á ég eftir að fara á hann í skúffunar. Sjáum bara hvað gerist. Ef ég byrja á bara óreiðun í mínu lífi, byrja að taka hana til, mun mér líða eins gagnvart óreiðun í heiminum þegar ég er búin að hreinsa til á gráu svæðunum í mínu lífi. Hjá mér er það ofta þannig að þegar ég er búin að því, þá einhvern veginn er allt meira bara eins og það á að vera í stóru myndinni. Já, maður hreinsar til hjá sér, eins og að vera fordæmi, eins og Gandhi sagði, verð þú breytingi sem þú vilt sjá í heiminum. Af því að við erum bara að sjá speglun okkar í því sem við horfum til. Þannig að þú sérði sjálfur sér aldrei neitt nema þig, eins og við tölum og höfum nefnt þetta áður, þú getur ekki talað illum aðra, en þú getur notað nöfn annara manna til að opinbera þinn eigin vanmátt. Við erum bara að horfa á speglun. Og við erum lík, en kunstinn þessi er að vera ekki alltaf að benda frá sér, heldur að skilja að við getum engu breytt nema eigin viðhorfi í eigin garð. Einmitt. Og þegar það breytist, þá breytist öll þín ásýnd, það breytist líka allt þitt viðhorf. Leið og þú ert komin í frið eða í reiðu í eigin tilvist, þá fyrst getur þú róast. Þangað til ertu alltaf á flótta. Hvað með freistinguna til að fara að tala stóru myndina eða að hlutirnir ættu nú að vera öðruvísi eða fólk gætu nú verið að lifa lífi sínu öðruvísi og... Ég held við megum gera það, við höfum öll skoðanir eins og ég segi stundum, mér má líka eða mislíka, en ef ég dreg ályktun þá er ég farin. Ég veit svo lítið hvað er að gerast og við erum mötuð af upplýsingum. Þú veist þetta manna best í þessum fjölmiðla heimi að þá er verið að þjóna hagsmunum og réttið er rangt skiptir engu máli lengur, það er bara túlkun og fjármagn sem ræður í hvaða máli flutt. Þannig að ég get, ef ég vill fá afþreyingu, þá get ég farið og skoðað fréttirnar og hort á sjónvarpið og gáðað í hvað er að gerast í Ísrael. En ég hef engar aðgang að þessu, hins vegar hef ég aðgang að hjarta mínu og þeirri bylgjulengd sem ég er að senda út á sjálfur. Og það er það sem við eigum að vera að rækta okkar eigin garður, okkar eigin ljós. Ef við viljum hafa sannarlega áhrif á tilveruna, þá verðum við að byrja á því að taka til heima hjá okkur. Og þetta er svo áhugavert hvernig allar skilyrðingarnir í okkur, sérstaklega þegar að fórnarlambið er sterkt, að þá er já en. Það er svo ofurmannlegt. Já. En maður hefur reynslu af því að eitthvað sem, sko þessi lógi, að því við erum að tala um hjartað og við erum kannski á ákveðin hátt búin að ná hápunkti í því hvað þessi rökræni framheili er búin að fara langt með okkur, mannkyni, það er allar borgirnar, öll tæknin og síðustu, sko, hvað hann var að segja, síðustu svona 50 árum og sérstaklega náttúrulega eftir að interneti kom, sko, þróunin, ef þú horfir bara á þróunin að mörg þúsund ára aftur í tíma, það sem er búið að gerast núna síðustu 50 árum er, sko, ég veit ekki hvort maður á að segja, sko, mörg hundruðföldun eða þúsundföldun á hraða í þróuninni. Bratt. En þessi rökræni heili á svo erfitt með að ná utanum, já, býtu, þú veist, hvernig get ég breytt stríði með því bara að vera að breyta mínu daglega lífi ef ég er ekkert nálægt stríðinu?
Já, ef það er ekki til dæmis friður í þínu hjarta, að þá er ófriður í þínu hjarta. Þannig að öll þín byrð. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifendur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.